Litla býli á Flateyri lítið notalegt gistiheimili hjarta þorpsins sem hefur verið rekið þar frá árinu 2015. Þetta hús var byggt upp á Sólbakka fyrir tvær systur og bróðir þeirra byggði þetta hús og skýrði það Litla býli af því það var minna en hans hús. Litla býli var svo flutt á þennan stað árið 1936 í heilu lagi og var þá símstöð og pósthús. Við eignumst það 2000 já. Þá flytjum við inn og kaupum það 2001. Og þá bara til að eiga heim í því? Já, við byggum bara og svo kom þessi hugmynd sem hefði verið svona hugmynd aldrei lengi og lét maður verða veruleika og ákvað að kaupa hús sem gistiheimili. En keyptum hús, fengum ekki leyfi á það þar sem það svona deiluskipulagið segi nei. Og þá sagði amma mín sem var þá nýræð að það væri ekkert flókið, við myndum bara skipta hús. Þannig að við gerðum það. Við fluttum í nýja húsið og gerðum þetta að gistiheimili. Og síðan liðin 6 ár. Stefnan var strax tekin á að vera með heimilislegt andrúmsloft og koma gestirnir allstaðar að úr heiminum, fleiri Íslendingar nú en í upphafi. En af hverju gistuhúsarekstur? Sko, ég lærði þjóninn á Hótel Sögu á sín tíma og hef alltaf haft rosalega gaman að því að vinna með þjónafólki og annað. Þannig að það var svona, sú þrá var alltaf einhvern veginn. Þannig að tækifæri bauðst 2015 að fara út í gistiheimilisrekstur og þá bara dreifum við það. Frá byrjun vorum við með morgunverð og það var eiginlega svona markmið. Þetta yrði gistiheimili með morgunmat og vorum með svona heimagert meðlæti ásamt öðru. Hvernig meðlæti segir mér? Við erum með heimagert marmelaði, sultur og svo músli og svo það toppurinn sem er hjónabandssalan sem hefur alveg slegið í gegn hjá gestum. Ef hún hefði verið svona bökuð þá var hún ekki orðin góð eftir svona heila hringum í landið. Þannig að þá kom þessi hugmynd upp að setja þetta í poka fyrir fólk til að taka með sér og baka heima ásamt sultinni sem er alveg toppurinn. Þannig að fólk fer með Flateyri svolítið með sér í poka? Já. Segðu mér leyndardóminn á bakvið sultuna, rabarbarasultuna. Hún er alveg sérstaklega góð. Já. Þetta er vínarrabarbari sem við notum í þetta og hann vex út á Ingjaldssandi. Við hliðina á reykingakofa sem er búið að reykja hangikjöt og rúllupylsur og alls konar gottir í. Síðan var alltaf öskunni dreift yfir garðinn, þannig að ég vil meina að þar galdurinn í bragðinu, komið sér reykjar og svo þessi sæti vínarrabarbari saman. Kristín fædd og uppalin í Önundarfirði á Ingjaldssandi og þekkir svæðið og töfra þess vel. Það er bara fjallahringurinn og þessi víði og fallegu fjörður og bara kyrrðin og nálægðin við náttúruna sem er toppurinn ásamt fólkinu sem býr hérna auðvitað. Þið urðu fyrir áfalli þegar snjóflóðið féll í fyrra. Kom einhvern til greina að hætta og leggja árið í bát? Já, það kom alveg til greina í svona klukkutíma. En svo held ég að þegar maður fór að hitta fólki á staðnum og finna kraftinn og segluna í fólki að þá var maður ekki lengi að skipta skoðun. En já, og mjög fein í dag, það var ekki farið. En hvernig dæmigerður dagur gistuhúsa eigandans? Yfir sumartímann þá það þannig að ég vakna og fer með morgunmatinn í Litla býli og með fólkinu í morgunmat. Og svo klukkan 10 þá að þrífa það sem eftir þá sem fara og svo ég líka að sjá 2 önnur hús sem í eigu sumarhúsafólks og þannig að það nóg að gera. Og svo náttúrulega þvotturinn og baka hjónabandssælu fyrir næsta morgun og það alveg nóg að gera. Færðu kannski á Ingjaldssand? Já, svo fer ég út á Ingjaldssand og býjum húsið sem við leigjum út þar og tína rabarbara eins og núna í dag. Það margt í boði í ekki stærra þorpi en Flateyri. Já, við byrjum í fyrra með svona viðburðardagatal sem var sett saman og við erum með það aftur í ár. Þannig að fólk getur farið göngur, það tafl og það tónleikar, lifandi tónlist og svona ýmislegt sem þetta að gera. Já.
á þar ásamt því bara að njóta náttúrunnar og fara í gönguferðir og njóta, já, góða matar líka. Það er náttúrulega alltaf Ísafirði líka og sem er náttúrulega bara 20 mínúta keisla. Það er kajakleiga og siglingar í vigur og annað. En staðsettu aðeins fyrir mig Flateyri svona fyrir fólk sem þekkir ekkert Vestfirði. Já, þetta er náttúrulega bara hjartað. Nei, við erum miðjan, þetta er svona miðsvæðis, það er svona stutt í allt. Þú ert svona, daldið svona í rólegheitunum sko, svona út fyrir, en það er stutt í Ísafjörð, það er stutt á Dynjanda og þetta er góður svona stoppustæður. Hverju breytti það að fá göngin? Það breytti náttúrulega rosalega miklu. Bara atvinnutækifærum og svo náttúrulega bara þetta öryggi að komast á milli. En svo göngin suður á bóginni, svo þið myndi segja. Já, það er náttúrulega alveg frábært. Algjörlega. Og líka bara, þetta var laugardags- og sunnudagsrúndurinn núna í vetura því að við höfum fæst okkar séð Dynjanda til dæmis bara í vetrarbúning. Þannig að það var mjög vinsælt og þetta er ekki nema 30 mínútna akstur hérna. Þannig að Vestfirðingar voru í raun og veru bara að byrja að kynnast. Já. Á margan hátt. Já, það er loksins komin þessi tenging.